Parið Guðrún Sonja Birgisdóttir og Magnús Eyjólfsson opnuðu veitingastæðin Retro Mathús á Hofsósi í sumar. Þau eru engir nýgræðingar þegar kemur að veitingarekstri, heldur hafa þau nokkra ára reynslu að baki. Við kynnumst í rauninni í Skaftafelli, Freysnesi. Þar er hann kokkur á hótelinu og pappans er kokkur í sjoppunni þar hinum megin veginn. Ég var bara svona allt í öllu, hjálpa til hér og þar. Svo flytjum við á Blönduós. Hótelinu þar vantaði, eitthvað til að reka veitingastæðin þar. Þannig við græjum það eitt sumar. Fórum svo í samstarf með hjónum á Blönduósi með félagsheimilið og vorum með alls konar veislur og brúðkaupsveislur, fermingarveislur, alls konar, bara það sem að poppaði upp. Já. Og svo erum við hér. Og hvers vegna ákveðið að taka við þessu veitingahúsi hér á Hofsósi? Við ætluðum náttúrulega aldrei aftur í veitingarestur eftir hótelið á Blönduósi. Það var alveg, þetta var erfitt. En svo einhvern veginn fer maður alltaf í þetta aftur. Ég veit ekki hvað það er sem tógar í mann. En við vorum búin að skoða hérna og svo leið örugglega ár þangað til að við kaupum sko. Veitingarekstur hafði verið í húsinu í mörg ár, enda er húsið á besta stað í bænum, en mathúsið er eini veitingastæðurinn á Hofsósi eins og er. Hún Dídí var hér alveg frá 93 held ég, með veitingarekstur og alls konar pönnukökur og alls konar svona dúlleri. Þannig að við fórum aðeins aðra leið heldur en hún. Þú segir aðra leið, hvað eru þið að bjóða upp á? Við keyptum pítsuop til dæmis. Erum með pítsur og hambúrgara og það er svona, það pínu vantaði í Hofsós, pítsur og hambúrgara. Fólk er alltaf að keyra á krókinn og sækja pítsu og koma með kalda heim. Þannig að það hefur alveg vakið mikla lukku. Það var ótrúlega skemmtilegt. Og þau opnuðu bara í sumar. Hvernig gekk sumarið? Það var bara ótrúlega vel. Miklu meira heldur en við nokkuð tíman heldum. Það var bara ótrúlega frábært. Frábæra viðtökur. Og veðrið náttúrulega búið að vera hliðholt, það hefur ekki verið bara svona eins og í dag, alla daga. Það er bara búið að vera mjög gott sumar. Þannig að fólk hefur setið hérna út á pallinum hjá okkur og notið útsýnisins. Algjörlega. En segðu mér aðeins frá þessu húsi, það sem búið að vera lengi veitingarekstur í þessu húsi, en þetta hús er nokkuð gamalt eða ekki? Það er frekar loðin saga. Þannig að það stóð hérna framan á húsinu 1903 þegar við kaupum. En samkvæmt öllum svona gömlu myndum og svoleiðis frá 1903 er þetta hús ekki komið hingað. En það er 1921 sem er til mynd þar sem þetta hús er komið. Þannig að ég ákvað að breyta ártalinu á húsinu og setja 1921. Þannig að fasteignaskrá ríkisins segir 1900 sem er náttúrulega ekki heldur rétt. Þannig að þetta er svona ótrúlega erfitt að eiga við. Já, þetta er svona hljómar helst til loðið hérna. Já. En það er fallegt og staðsetningin er náttúrulega alveg einstök. Algjörlega. Ég er algjörlega sammála. En þið ákváðuð sem sagt að skýra veitingastæðin Retro. Er einhver saga á bakvið nafnið? Kennitalan okkar heitir Retro EHF. Og við áttum Retro Guesthouse á Blönduósi. Og svo náttúrulega þegar við redduðum hótelinu hann eitt sumar á Blönduósi, þá opnuðum við bara Retro Bistro eitt sumar. Og ég held að í fasteignaskrá ríkisins heiti þetta er náttúrulega ekki íbúðarhúsnæði, en það stendur örugglega matstaður eða eitthvað. Þannig að við vorum svona að reyna að halda í eitthvað gamalt, en breyttum því í mathús, Retro Mathús, svona. Og ef þið hættið með mathúsi, þá opnið þið eitthvað annað sem heitir þá líklega Retro líka. Það er ekki bara. En nú er farið að hausta og ferðamönnunum fer fækkandi. Hvernig sjáu þið veturinn fyrir ykkur? Við sjáum alveg fyrir okkur að opna, kannski eina helgi eða eitthvað svona, gera eitthvað úr ykkur og sinna náttúrulega heima fólkinu. Það vantar svolítið. Þú nefndir hérna pizzaopn. Er það sem er svona þá ykkar sérstæða pizzunar? Okkur finnst pítsunar okkar mjög góðar, ef það má segja svoleiðis. En það er, við náttúrulega gerum alls konar og opnuðum náttúrulega kannski svolítið í flýti. Þannig að okkur leið náttúrulega eins og við vorum ekki alveg tilbúin til að opna hana í miðjan júní, en við þurftum náttúrulega bara að opna. Það bara vantaði eitthvað stað og sumarið var bara byrjað og
Þannig að við erum alltaf að breyta til, við erum með off-menu og svoleiðis það sem er svona ýmislegt sem breytist. Og eitthvað hefur nú líklega bara slípast til líka í sumar þannig að þið komið ennþá sterkari inn fyrir næsta sumar, eða ekki? Algjörlega. Við verðum með fleiri hendur næsta sumar, það er alveg klárt.